Kastljós kvöldsins helgað umfjöllun fyrstu stóru skrefin í átt að losun fjármagnshafta sem kynnt voru í dag. Þetta stærsta mál kjörtímabilsins og ekki bara $1.000.000 spurning, heldur 1.200 milljarða króna spurning. En við byrjum á Steinunni Guðbjartsdóttur, formanni slitastjórnar Glitnis, sem fagnar því að komin séu fram stöðugleikaskilyrði til að fara eftir og bjartsýn á að slitastjórn Glitnis nái nauðasamningum á næstu mánuðum. Nú liggur fyrir viljayfirlýsing milli tiltekins hluta kröfuhafa Glitnis og stjórnvalda þar sem búið að ramma inn leið sem að gerir okkur kleift að ljúka nauðasamningum og mæta skilyrðum stjórnvalda stöðugleika. Og þessi viljayfirlýsing liggur fyrir og við munum núna leitast við að klára nauðasamninga í samræmi við hana. Ég gerir ráð fyrir að lágmarks tími til að klára þetta, þar að segja frá byrjun til enda, þar til fyrirtæki endurvinnslu í gegnum nauðasamninga, sé í kringum 4 til 6 mánuðir. Er það svo að slitastjórnirnar hafa ekki komið með raunhæfar tillögur til lausnar þessum vanda? Já, það alltaf spurning til þess að hægt sé að koma fram með tillögur, þá þarftu að vita rammann sem þú þarft að halda innan. Þannig að það sem að okkur hefur skort að mínum mati eru skilyrðin sem að settur fyrir því að unnt sé að greiða fjármuni út til kröfuhafa, en það breytir því ekki að ég fagna því að núna leiti þessi skilyrði fyrir og það hefur náðst svona ramma samkomulag eða viljayfirlýsing það hvernig útgreiðslum og nauðasamningum verði háttað og það bara mjög mikið og stórt skref og fagnaðarefni fyrir alla aðila. Hefur slitabúunum á einhvern hátt verið stillt upp við vegg núna, af því að komin þetta langur tími? Ég bara, eins og ég segi, vil ekki tjá mig sérstaklega það. Ég tel bara að loka útkoman skipti öllu máli. Ef að það tekst að klára þetta, þannig að allir gangi þokkalega sáttir frá borði, þá það sem skiptir máli í þessu, bæði fyrir Ísland og alla þá sem að málinu koma. Þannig að þú hefur alla trú á því að nauðasamningar náist fyrir lok þess árs? Ég vonast til þess. Við munum allavega gera okkar besta til að það tækist.